Við Íslendingar við framleiðum árlega 100.000 tonn af fiskimjöli og ég hérna með fiskimjöl. Þetta reyndar úr kolmunna en blessaðu kolmunnin, það ekki margir sem vilja borðan, hann endar rosalega oft í fiskimjöl og lýsi. En við framleiðum líka 60.000 tonn af lýsi. Þetta þó ekki lýsi sem við erum að taka í lýsistöflum eða í lýsisflöskum því það lifralýsi úr botnfiskum. En þetta uppsjávar mjöl og lýsi endar mjög oft sem fiskafóður og lítur þá svona út og inn í þessu smá fiskimjöl og lýsi ásamt öðrum vörum. En spurningin getum við farið að gera verðmætari vöru úr þessu fiskimjöli eða lýsi heldur en að nýta það sem hráefni í fiskafóður eða erum við einfaldlega á hárréttri leið? Þegar búið að framleiða annars vegar mjöl og hins vegar lýsi, þá stendur eftir í rauninni hágæða afurð, en verðmæti þeirra þau fara í rauninni eftir heimsmarkaðsverðinu á hverjum tíma, svona svipað eins og bensínið okkar sem ræðst þá af framboð og eftirspurn á hverjum tíma. En verðmætin, þau eru í rauninni fólgin í innihaldinu. Já, í fiskimjölinu kannski fyrst og fremst prótein og síðan fita og síðan aska. Þetta eru megin næringarefnin. Próteinið í sjálfu sér þar samanstendur af amínósýrum sem líka skipta máli og í fitunni þá eru líka þessar lífsnauðsynlegu fitusýrur EPA og DHA. Í upphafi 7. áratugurins þá var fiskimjöli fyrst og fremst notað til fóðurgerðar fyrir svína- og kjúklingarækt. Árið 1990 fór mjölið að litlum hluta í fiskeldi en árið 2010 þá hafði dæmið snúist algjörlega við og fór mjölið fyrst og fremst í fiskeldi. Sömu sögu má segja með lýsið. Í upphafi 7. áratugurins þá fór lýsið aðallega í smjörlíki. Í kringum 1990 var aðeins komið í fiskeldi en árið 2010 var stærstur hluti lýsisins notaður í fóður í fiskeldi. Ástæða þessara þróunar einfaldlega sú að fiskeldi var reiðubúið að borga hærra verð en aðrir. Það vitaði líklega flestir að fiskeldi í heiminum hefur aukist gríðarlega undanfarin ár og eitthvað þurfa þessi fiskar að borða og væri því eðlilegt að álykta sem svo að við Íslendingar værum farnir að selja mun meira af okkar fiskimjöl og lýsi til fóðurgerðarinnar og jafnvel á hærra verði en áður. En það ekki raunin því að fiskimjölsframleiðendur þeir hafa í rauninni leita logandi ljósi að ódýrari kostum í vöruna sína og fundi það í formi jurtamjöls og jurtaolía og ástæðan fyrir að gera þetta náttúrulega einfaldlega sú að fóðrið dýrasti kostnaðarliðurinn í fiskeldi. Það þýðir í rauninni að fiskimjöl og lýsi hefur hlutfallslega minnkað verulega í fiskafóðri og jurtamjöl og olíur komið í staðinn. Árið 1986 þá má segja að hlutfall fiskimjöls í fiskafóðri hafi verið í kringum 60%. Aldamótin var það komið niður í 40% og árið 2012 þá var það komið niður í 10%. Í staðinn hefur komið mjöl úr jurtaríkinu eins og soja, maís, hveiti og annað mjöl. Það sama hefur gerst hvað varðar olíu eða lýsi í fóðrinu. Jurtaolíur eins og repjuolía hafa komið í stað fiskiolíu sem hefur farið úr 30% í 10% í fiskafóðri. Íslendingar hafa undanfarin ár fengið bestu verðin fyrir sitt mjöl og lýsi með því að selja það til fóðurframleiðenda aðallega í Noregi en líka í Færeyjum og Skotlandi. Mjög lítið hlutfall af þessari framleiðslu selt hérna innanlands eða aðeins á bilinu 4–5% af heildarframleiðslunni. En það eru 2 fóðurframleiðendur sem nýta þetta hráefni í sínar afurðir hér á landi en það annars vegar fóðurblandan og hins vegar Laxá á Akureyri. Til að gera fiskafóð þarf maður bara raun og veru fiskimjöl og lýsi, 10% hveiti til að baka upp pillurnar og síðan vítamín og svo litarefni fyrir laxfiskinn. Prótein fiskimjöl dýr próteingjafi, þannig að við erum að blanda í ódýrari próteingjöfum og erum að kaupa inn soja, maís, hveitiglúten, repjumjöl og sama skapi lýsi dýr fitugjafi. Og þar erum við að blanda í repjuolíu og það skiptist kannski í þrennt. Það seiðaeldið sem yfirleitt á landstöðar öllum tilvikum og síðan erum við með landeldi matfisk og svo sjóeldi matfisk.
Þannig að ykkar framtíð í rauninni kannski bara undir fiskeldi komið og þróun þess, eða hvað? Jú, og það mjög bjart framöndan hérna á Íslandi í fiskeldinu og það reyndar ekki nema sláturmagn í ár verður kannski innan við 20.000 tonn en það áætlanir sem menn eru með í fiskeldinu á Íslandi gefa tilefni til þess að við förum allavega í 50.000 tonn í fiskeldinu og markmið ætti raun og veru að vera 100.000 tonn. Stærsti munurinn á því fóðri sem framleitt hjá Laxá og því fóðri sem notað í Noregi sá að Laxá notar mun meira fiskimjöl og lýsi í sinni framleiðslu en Norðmenn. Ástæðan svo að sum íslensk eldisfyrirtæki vilja eindregið halda í hefðbundið fóður sem inniheldur mikið fiskimjöl og lýsi. Til dæmis hjá okkur erum við með að meðaltali 24% fiskimjöl í uppskrift og meðan að Norðmenn eru kannski með 10-12%. Og í lýsinu erum við að nota 75% lýsi meðan að Norðmenn eru með 25% lýsi. Og samkeppnisstaða okkar myndi versna ef við þyrftum að flytja inn öll jurtamjölin og jurtaolíunar. Þannig að Norðmenn í staðinn fyrir að nota fiskimjöl og lýsi að nota hvaða hráefni? Þá bara jurtamjöl og jurtaolíur. Er það jafn gott? Nei, menn telja að það sé hluti af þessu sjúkdómi í fiskeldinu í Noregi og Chile að fóðrið sé hreinlega bara ekki nógu gott. Hverjir eru þá styrkleikarnir við það að framleiða fiskifóður á Íslandi? Það er náttúrulega gott fyrir íslenskar efnahag að framleiða sem mest fiskafóður hérna heima og nota meira fiskimjöl og meira lýsinu sem við erum að framleiða. Og fyrir fiskeldi þá er það náttúrulega minna kolefnaspor heldur en ella að vera að flytja erlendis frá. Fiskimjöl og lýsi eins og áður segir að langstærstum hluta selt erlendis, mest til Noregs. Noregur að kaupa svona 60-70% af allri framleiðslu á Íslandi. Ef við bætum við Danmörku, Bretlandi og eitthvað til Færeyja, þá erum við væntanlega að koma með 95%, 90 eða meira af allir framleiðslunni. Náttúrulega þegar eins og laxeldi hefur verið að vaxa gríðarlega undanfarin ár og þar erum við að selja inn okkar mjöl og lýsi til fóðurgerðar. Og þá að fara væntanlega mikið í laxeldi. Við erum eitthvað að selja eins og í svínarækt, kjúklingarækt. Eitthvað fer í væntanlega eins og svona skelfiskeldi. Við hittum Sindra líka í borginni Qingdao í Kína, þar sem hann sótti eina stærstu sjávarútvegssýningu heims, en þá var hann nýkominn af mjöl- og lýsisráðstefnu alheims samtaka fiskimjölsframleiðenda í Tælandi og við spurðum hann auðvitað frétta. Þeir sögðu það svolítið skýrt, allavega þessu stóru fóðurframleiðendur sögðu það svolítið skýrt á þessari ráðstefnu að þeir væru komnir svona að þeim mörkum þar sem þeir mætti ekki minnka hlutfall mjöl og lýs mikið meira í fóðurinu nema að fara af áhrif á fiskinn. Mjöl- og lýsframleiðsla, hún stýrir svolítið mikið af Suður-Ameríku og Suður-Ameríka fer svolítið með ferðin í því. Það náttúrulega lönd eins og Perú sem það var gríðarlega stóra kvóta eins og í ansjósu. Þeir eru kannski, eða voru með árum áður kannski kvóta upp á 4-5 milljónir tonna og þar af leiðandi voru framleiða gríðarlega mikið af mjöli og lýsi, sérstaklega lýsi. Og raunverulega lýsi sem er betra eða svona, það er ríkar af þessum EPA, DHA næringargildi heldur en við Íslendingar getum framleitt. Eftir sem það er hærra í lýsinu, þá ættu þeir að geta nota minna af því í fóðrið. Perúansjósan hefur langt skeið verið mest veidda fiskitegund heims og fer hann að langstærstum hluta í mjöl og lýsi. Í raun má segja að allir sem tengjast fiskimjöls- og lýsisbransanum fylgist vel með gangi mála í Perú og Chile því veiðar á þessari tegund langstærsti áhrifavaldurinn á verð á fiskimjöl og lýsi í heiminum, þar með talið á Íslandi. Það er kannski líka áhugavert fyrir einhverja að vita að stofnstærð Perúansjósunar fer að miklu leyti eftir El Niño veðurafbrigðinu, en það er nú kannski önnur saga. Við getum í rauninni tekið ágætis dæmi áhrif á veiðum á Perúansjósunni á okkar fiskimjöl og lýsi akkurat núna. Í sumar þá fengum við Íslendingar mjög gott verð fyrir okkar fiskimjöl og lýsi, en þá var dræm veiði á Perúansjósunni. Hins vegar þá hefur Perúansjósan veist ansi vel bæði á haustmánuðum og í vetur og útlit fyrir góða vorvertíð. Þetta hefur þau áhrif að verð á fiskimjölun og lýsinu hefur lækkað allt að þriðjung á síðustu mánuðum. Það gefur því í raun auga leið að hagsmunir evrópskra fiskimjölsframleiðenda eru dálítið sameiginlegir, annars vegar vegna þessara samkeppni við veiðar á Perúansjósunni og hins vegar vegna harðnandi samkeppni við mjöl og lýsi úr jurtaríkinu.
Félag evrópskra fiskimjölsframleiðenda hélt ráðstefnu sína í Vestmannaeyjum og við ræddum við formann félagsins en hann framkvæmdastjóri fiskimjölsverksmiðju í Danmörku. Mjöl og lýsi svona heimsmarkaðsafurð. Þetta þannig að fiskimjöl sem við erum að framleiða kannski í Norður-Evrópu, það endar í Suður-Ameríku eða í Norður-Ameríku eða í Asíu. Og það náttúrulega töluvert stór markaður í Norður-Evrópu og þá fyrst og fremst í Noregi út af þessu öfluga laxeldi þar. Allar þær rannsóknir sem eru gerðar tengslu lýsi hafa gert það verkum að lýsi mjög áhugaverð afurð í dag og ekki bara fita. Lýsisverð fylgdi oft brennsluoljum og í gamla daga var það þannig að menn brenndu bara lýsinu til þess að losna við það á tímabili vegna þess að það voru kannski ekki markaðir fyrir lýsi og þá var lýsi ódýrara heldur en brennsluolja og þá jafn gott að brenna það. En í dag þá fylgir þetta ekki lengur brennsluoljum. Þetta lifir orðið sínu eigin lífi lýsi á markaði. En hins vegar hefur kannski verðgildi fiskimjöls hækkað mikið miðað við sem sagt aðrar afurðir, önnur prótein. En það samt sem áður þannig að við teljum að það þurfi að rannsaka mjölið miklu betur og erum að leggja áherslu á það núna í okkar samstarfi hvernig ætlum við að gera það. Ég held að fyrir fiskimjölsiðnaðinn felast vissulega sóknarfæri. Það alltaf sóknarfæri. Það sem hefur rauninni gerst eftir því sem magnið hefur minnkað af framleiðslu á fiskimjöl og lýsi og áherslan hefur verið meiri manneldismegin og sem bara gott og jákvætt og við sjáum þessa miklu uppbyggingu sem núna og búin að vera undanfarin ár í uppsjávarvinnslum. Að þá held ég líka fyrir okkur sem framleiðum þó þetta hágæða fiskimjöl og lýsi að fyrir okkur kannski líka að fara að horfa inn á svona ákveðna hærra borgandi markaði eins og til dæmis fyrir gæludýrafóður og annað. Það eru endalausir möguleikar. Þetta risastór markaður og þannig að það eru líka miklu möguleikar fyrir okkur með þá miklu minna magna fiskimjöl og lýsi heldur við framleiddum að það að fara að horfa inn á þessa svona eins og það heitir á ensku high-end markaði. Þetta í rauninni það sem þetta snýst allt saman Það þessi eftirsótti eldislax sem við mennirnir erum svona hrifnir af en það spretta upp eldi víða heim alveg eins og gorkúlur. En við erum hérna með Halla, matreiðslumann sem rekur 3 veitingastaði hérna á Akureyri sem allir bjóða upp á lax og bleikju meðal annars. Hvaðan færð þú þín fisk? Sko, okkar kemur bara úr Þistilfjörðinn, svona sem næst okkur frá Silfurstjörnunni. Og við höfum alltaf svolítið verið að reyna að ná í öll okkar aðföng og fara yfir sem styrstan veg. Þetta snýst það. Ætli nokkur veltið einhvern tímann fyrir sér hvað þessi fiskar fá að borða? Nei, ég hef ekki fengið þá spurningu. 20 eitthvað ár í eldhúsi og öllu þessum veitingastöðum að þá hefur sú spurning aldrei komið upp. En oft spurt hvort hann sé villtur eða eldis. Það stigsmunur á. Og hvort fólk hrifnar af eldis eða villtum? Ég held að eldislaxinn sé vinsælli en það náttúrulega kemur út til að því að hann bara algengari. Það auðveldara aðgengi. Villtur lax væntanlega tiltölulega dýr per stykki. Nú ég nú kannski ekki mikill laxveiðimaður sjálfur. En manni finnst það kannski vera eðli málsins að eldislax jú algengastur. En þetta eftirsóttu vara? Sækir fólk í lax og bleikju? Já, börnin okkar. Bleikifiskurinn, þau vilja hann og þetta hollt og gott og það mjög gaman að eldan. Það þetta reykjan, grafan, steikjan, bakan, sjóðan og svo framvegis að þú getur alltaf fengið hann, þetta snýst svolítið það að aðgengi matreiðslumannsins eða þessum á elda matinn í kvöld sé gott. Þannig að það það sem þessi lax borðar, eldislaxinn, hann borðar meðal annars uppsjávar fiskimjöl og lýsi. En svo spurningin hvort að það sé einhver möguleiki á að auka verðmæti á þessu fiskimjölu og lýsi til þess að gera eitthvað annað en að vera fóður fyrir laxinn sem þó náttúrulega óbeint til manneldis. Ég held að góða við þennan iðnað eins og þorskinn
að það fullt af fyrirtækjum að gera frábæra hluti í vinnslunni, þannig að við erum að skila til neytenda úrvalsvöru. Það sem við höfum hingað til gert auðvitað stórum hluta allan í fortíðinni var auðvitað að búa mjöl úr þessum glæsilegum fiskum. Nú langar okkur að taka næstu skref. Tókum frystinguna sem auðvitað frábært skref og leitt til mikilla verðmæta aukningar, en við getum haldið áfram. Og við getum farið að, og eins og við erum að vinna, við getum aukið niðurlagninguna, við getum farið að pakka þessu sjálf í umbúðir fyrir neytendur, við getum farið í Omega, eins og verður að vinna því hér í þessu húsi, að búa til olíu til manneldis. Allt þetta þýða það að við getum aukið verðmæti hvers fisks. Og alveg eins og hérna á borðinu erum við með dæmi það hvað við höfum verið að gera við þorskin okkar og það að koma til mín að minnstakosti mánaðarlega ný fyrirtæki og nýir frumkvöðlar sem vilja þróa eitthvað úr þessum vörum. Og það ekki að gerast bara vegna þess að það er gott efnahagsumhverfi. Það líka vegna þess að iðnaðurinn tilbúinn til að leyfa þessu fólki að spreyta sig úr háskólum, úr rannsóknarstofnunum og annar staðar. Þess vegna hef ég svo mikla trú á því við getum aukið verðmæti þessarar greinar, uppsjávarfiskanna líka, umtalsvert á komandi árum. Ef þetta að dreyma aðeins fram í tíman, hvað gætu við aukið verðmæti útflutnings á uppsjávarvörunum okkar? Já, við höfum fjórfaldað verðmæti hvers þorsks í rauninni frá 1980 til 2011-12. Þannig að það klárt að með sama hætti, ef ég segði þið núna að við viljum fjórfaldað á næstu 20 árum, það myndu margir súpa hveljur. Ég held að sé staðreynd vegna þess að þetta allt saman prótín sem að koma úr hafinu, rekjanlegt og sjálfbært og náttúrulegt og þessi prótín ekkert að verða fleiri í heiminum. Þannig að við höfum gríðarleg tækifæri. Við þurfum dálítið að skilja það sjálf. Það verður okkar stærsta áskorun að átta okkur á því hvers konar verðmæti við höfum í höndunum. Þannig að þú ert greinilega algjörlega ósammála því sem stundum fleygt fram að við séum búin að finna toppinn á því hvernig hægt sé að hámarka verðmæti. Við erum rétt að byrja. Þó svo að við séum kannski bara rétt að byrja að auka verðmæti íslenskra uppsjávarafurða, þá hafa nú þegar mjög mörg mikilvæg skref verið stigin. Óhætt að segja að mikilvægasta skrefið hafi verið að breyta því sem áður var einfaldlega rusl eins og afskurði og innyflum í hráefni eins og mjöl og lýsi. Ef við skoðum virði sjávarafurða, þá erum við með mikið magna hráefni á sama tíma og það ómeðhöndlað minnst virði. Þar fyrir ofan við síðan með dýrafóður eins og mjöl og lýsi og enn ofar við síðan með matvæli en íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa lagt mikla áherslu á því að nýta upp sjávarafurðir í eins miklu mæli og hægt í matvæli. Enn ofar síðan aðrir valmöguleikar eins og fæðubótaefni, heilsu- og markfæði, snyrtivörur og verðmætust lyf. Það getur verið mjög kostnaðarsamt bæði að rannsaka og finna flöt á því að færast upp virðiskeðjuna. Til dæmis til þess að uppsjávarlýsi geti verið nýtt sem matvæli, þá þurfa framleiðslu aðilar að tryggja gæði hráefnisins og fá manneldisvottun og sína framleiðslu. En það hefur til dæmis síldarvinnslan á Neskaupstað gert. Hérna við sem sagt komið með afraksturinn, mjöl og lýsi. Þetta ekki svona til þess að taka gúllara eða hvað? Já, kannski ekki alveg, en það alveg hægt sko. Ég myndi alveg lifa það? Já, þetta allavega vottað til manneldis. Og organic fiskimjöl, hvað þýðir það? Organic fiskimjöl sem sagt, þá þurfum við að vera með hráefni sem ætlað til manneldis og við erum að fá afskurð úr frystihúsinu og það hráefni, það getur farið í gegnum okkur með öðrum íblöndunarefnum og kemur út sem organic. Mjölið fer stórum hluta í fiskafóður og við erum að selja talsvert innanlands til Laxá og Akureyri. Þannig að menn geta vottað sína vöru áfram organic alveg frá upphafi til enda. Og svo eru nokkrir kaupendur innanlands sem nota organic í sínar grænmetisvörur. Grænmetisvörur? Já. Hvernig það gert? Ég hef svo sem ekki fylgst með því, en við höfum fengið gulrætur tilbaka sem eru ræktaðar í mjöli frá okkur. Eða semst á mjöli notað sem áburður frá okkur. Það þá ekki bestu gulrætur á heimi eða? Það klárlega. Já, ef að menn vilja þróa kannski þessa vöru sem þeir eru í dag, bara þetta hefðbundna mjöl og lýsi, þá eru kannski til svona tvær meginstefnur sem hægt að fara. Það annars að hliðra þessu hráefni til svona í virðisauka
keðjunni. Það er að segja að þú ert með hefðbundið mjöl og lýsi, það er tiltölulega óskilgreint, það er óhreint, það er misjafnt frá einu kannski veiðidegi til annars. Það er hægt að hugsa sér að menn reyni að þá að hreinsa þetta hráefni aðeins betur og skilgreina það. Það er hægt að fara út í því að þátta það, reyna kannski að einangra þau prótein út úr þessu sem eru verðmætari en önnur. Eins með lýsið að hreinsa þá lýsið þannig að menn sé að taka burtu þætti sem eru óæskilegir en að auka þá þætti sem eru verðmætari. Og á endingu getur maður séð að menn séu konni með vel skilgreinda vöru með tillit til bara efnainnihalds og eins kannski líka virkni, að menn hafa einhverja skjalfest virkni þessara þátta. Þannig að og á þessari kannski hreinsunar leið að þá geta menn selt vöruna út sem hráefni þá til annarra í mismunandi vinnslu. Það sem menn að gera kannski í dag að selja tiltölulega misleitt hráefni fyrir aðra að vinna út og mest af þessu kannski fer í fóður. Þá hin almenna leiðin, það er kannski að fara upp þennan virðisauka stiga að hætta skilgreina þetta sem fóður og getum við skilgreina þetta sem matvæli sem er svona næsta hilla þarna fyrir ofan. Er hægt að skilgreina þetta sem markfæði, fæðubótarefni, snyrtivöru og svona síðasta þrepið er hefðbundið sagt að séu lyf, við erum kannski ekki að tala um þetta en einhvers staðar er hægt að hækka þennan virðisauka með því að presentera vöruna með öðrum hætti. Lýsi til manneldis gæti hljóma eins og spennandi kostur akkurat núna, sérstaklega vegna þess að lýsisgeirinn veltir 1,5 milljarði bandaríkjadala árlega. En það sem er verðmætt í lýsinu eru svo kallar EPA-DHA fitusýrur, en þær eru taldar að vera mikilvægt byggingarefni fyrir heila, miðtaugakerfi og augu. Einnig benda rannsóknir til þess að þær séu fyrirbyggjandi varðandi æða- og hjartasjúkdóma. Baldur Hjaltason, fyrrverandi framkvæmdastjóri Lýsis HF, hefur velt þessu markaði töluvert fyrir sér og telur að þrátt fyrir þetta þá sé hægt að finna tækifæri fyrir íslenska uppsjávarlýsið. Við þyrftum þó að hugsa dæmið aðeins öðruvísi og þá ekki síst út frá þeim styrkleikum sem íslenska uppsjávarlýsið hefur. Kosturum við að hafa lægra ómega innihald, það er meiri stöðuleiki á lýsinu því við vitum öll að lýsi þránar og þess vegna þegar þú ert með lýsi frá Suður-Ameríku og frá Marokko að það er miklu erfiðar að eiga við það varandi þránun þegar þú ert búin að vinna það, taka burtu bragð og lykt, þá kemur þetta aftur tilbaka fyrr heldur en að þú til dæmis ert með loðnulýsi eða til dæmis síldalýsi. Þetta eru miklu stöðugra lýsi varandi geymslu og vinnslu en ókosturinn er að það er lægri omega-3 innihaldi, svo spurningin hvernig getur þú komið þessu öllu saman í einhvern jákvæða pakka. Það sem menn hafa verið að gera eru sem sagt að vinna með mismunandi hlutföll og styrkleika af þessum fitusýrum og markaðssetja þetta gegn ákveðnum eiginleikum. Og hér er sem dæmi vara sem er seld í Indónesíu. Þetta lýsi kemur frá Noregi og fyrirgefið frá Perú en sem sagt er unnið í Noregi að fyrirtækja sem verið að vinna og þetta er selt til þess að auka sem sagt bæta sjón. Hér er sem sagt eitt stærsta heilsuvörufyrirtækið í Bandaríkjunum sem sér að segja lýsi. Þannig eru menn að fara þá leið að reyna alltaf að minnka perlurnar með því að auka magnið af omega-3 og hér eru menn farnir að selja vöru sem eru 4-5 sinnum hærra til dæmis í omega-3 heldur þorskalýsi. Og svo ekki síst þar sem er að gerast að menn eru að fara meir og meir og að líta á næringu kringum íþróttir og lífstíli kringu það því að það er ekki spurning að það verður mjög mikill áhugi á omega-fitusýru, þær eru bólgueyðandi og hafa því mjög mikil jákvæð áhrif á íþróttamenn og síðan eru menn hérna með alls konar útgáfur af þessu. Mér finnst þetta alveg frábær útgáfa þar sem menn eru farnir að selja þetta svona í einföldum búðum. Þetta er svo tyggjó inn í þessu eru bara perlur þar sem maður getur verið með í vasanum og tekið hvar sem er. Sprotafyrirtæki Margildi stefnir á að reisa lýsisverksmiðju hér á landi undir heitunum Marlýsi þar sem fullhreinsa á lýsi úr loðnu, síld og makril til manneldis. Margildi hefur þróað nýja aðferð til að fullvinna lýsi með svokallari hraðkaldhreinsitækni sem er einkaleyfisvarin.
Ætlunin að vinna úr alltaf 6.500 tonnum af hrálísi á ári og selja á erlenda markaði. Við erum að horfa hérna á rauninni afraksturinn af 3 ára vinnu tæpri og það fullhreinsa lýsi úr síld sem svona fyrsta varan sem við erum í raun og veru klári núna með á lager og bara tilbúinir að markaðsetja og það núna framöndan bara öflug markaðsetning á þessu og hagnýting á afurðinni. Ég fekk nú að smakka hérna áðan nokkrar tegundir hjá þér. Segðu mig frá, þið hefur verið að þróa ykkur áfram í ýmsar bragðtegundir. Já, reyndar. Við, af því að lýsið svo gott í grunninn og þá er það hrálýsið. Þetta byrjar allt út á sjó og íslenski fiskveiðiflotinn svo vel útbúinn í dag með öflugri kælitækni, skilar góðu hráefni að landi, frekar stutt á miðin og þess vegna getum við unnið þetta hratt og vel og fengið raun og veru afurð sem er gríðarlega hrein og góð og má segja þetta góða lýsi sem með náttúrulega bragðinu það má segja það hljómar kannski eins og öfumæli að það sé þá sniðugt að bragðbæta það en það einmitt það sem við getum gert við getum gert lýsisneyslu í fljótandi formi að jákvæðri upplifun svona eins og segi bara við höfum gert margar tilraunir og komist að niðurstöðu að sumir vilja hátíðalýsi og aðrir ekki. Aðrir vilja kannski engifer eða appelsínu eða hvað það nú er. En í grunninn er það þetta góða hráefni sem við fáum í raun og veru frá fiskmjölsverksmiðjunum í landinu sem að gera það verkum að við getum skapað svona skemmtilegar vörur. Og hvaða markað eru það að horfa helst inn? Eru þið komin svo langt? Eru þið farnir að reyna að koma vörunni inn í verslanir? Erlendan markað fyrst og fremst og eingöngu. Við lögðum upp með það og við höldum okkur við það. Og höfum ekki horft til þess að selja neitt nema til stórnotenda. Þá er það bara aðrir lýsisframleiðendur, smáseljendur í fæðubótarefnum, sumir sér af sig bara í að selja omega-3 afurðir og þetta á netinu, þetta út allt og heimurinn í raun og veru við fótskor okkar. Getur verið spennandi að fylgjast með framþróun mála á mörkuðum fyrir mjöl og lýsi og breyttri verðmyndun þar en kannski ekki síður spennandi hvort það sé hægt að finna eitthvað nýtt fyrir þessar afurðir sem myndu auka verðgildi þeirra. En í næstu þáttum þá komið að því að tala manneldismarkaðina og í næsta þætti þá ætlum við að fara til Austur-Evrópu, nánar tiltekið til Póllands og Hvíta-Rússlands.